Veiðarfæri hafa þróast töluvert í gegnum tíðina og hefur orðið gjörbylting á meðferð afla um borð í íslenskum uppsjávarskipum þar sem að kæling gegnir lykilhlutverki. Eftir miðja síðustu öld urðu gríðarlegar tækniframfarir þegar að fiskleitartæki eða svokölluð ASTIC-tæki komu til sögunar. Annað gríðarlega mikilvægt framfaraskref varð svo þegar að svokölluð kraftblökk kom til sögunar. Árið 1950 komu skipin með 100 tonna landi og héldu áfram að stækka og enn bætti í afla sem endaði með hruni síldarstofna í Norðaustur-Atlantshafi. Í framhaldinu fór Íslendingar að veiða loðnu á samt örlítið af síld og skipin urðu enn stærri. Það var ekki fyrr en í lok 20. aldarinnar sem að verðmætum uppsjávarstofnum á Íslandsmiðum fór að fjölga og áhersla á manneldisvinnslu jókst samhliða og þá varð áherslan um borð í skipunum að kæla aflann. Þegar kvótinn settur á 1981 þá var meðalskipið að veiða gat tekið 750 tonn. Var með 600 hestafla vél. Í dag þá erum við að tala um að meðalskipið ber 1700 tonn og er með 5.000–6.000 hestafla vél. En vélin ekki bara vegna þess að skipin hafa stækkað, það vegna þess að áherslan hefur verið á manneldisiðnað. Það að segja við höfum fært okkur frá því að veiða bara til fiskimjöls yfir því að veiða til manneldis og erum að frysta stóran hluta. Hegðun uppsjávarstofna hefur í gegnum tíðina verið ansi óútreiknanleg. Síldin til að mynda veiddist fyrir Norðurlandi í kringum 1950. Hún flutti sig hins vegar set og færði sig austar eftir 1960 og enn austar fram til ársins 1965. Hún hélt síðan áfram för sinni norður í höf samhliða kólnun á Íslandsmiðum. Í dag stærstu hluti uppsjávarvinnsla staðsettur á Austurlandi. Síðustu ár hefur þurft að sækja töluverðan hluta afla til vinnslu víða í kringum Ísland vegna þessarar breyttu útbreiðslu uppsjávartegunda í kjölfar hlýnunar sjávar. Ef við skoðum aðeins ferðir skips frá þessum landshluta þá eru í upphafi árs loðnugöngur eltar frá Austfjörðum á hrygningaslóðir fyrir Suðurlandi. Í framhaldinu kolmunni oft sóttur á Færeyjamið og yfir sumarið makrílgöngum fylgt frá Austurlandi langt vestur fyrir landið. Þá norsk-íslenska síldin sótt austan við landið og að síðustu í lok árs hefur þurft að sækja íslensku síldina vestur fyrir land en fyrir áratug þá hélt hún sig að mestu austan við landið. Vegna veðurfars þurfa skipin stundum að fara norðurleiðina þegar haldið til veiða fyrir vestan og suðvestan landið. Við uppsjávarveiðar þá notast við tvenns konar veiðarfæri, annars vegar flotvörpu og hins vegar svokallað hringnót. Hringnótin hún virkar í grunninn þannig að skipið það siglir í heilhring. Þegar hringnum síðan að lokum náð, þá hringnótin dregin saman og bráðin festist inn í netinu og það þá hægt að dæla fisknum borð. Hringnótin hefur þó annmarka því að fiskurinn þarf að vera í torfum tiltölulega ofarlega í sjónum til þess að veiðarfærið nýtist. Og það blý neðan á nótinni og það mikið blý neðan á þessu að það svona sirka það sé 10 kíló á hvern meter af blýi til þess að sökkva nótin niður. Og þar sver vírhafður undir í hringum og þetta híft upp af skipinu með spilgræjum. Og þetta náttúrulega alveg rosalega stórtæk veiðarfæri. Hægt að afkasta mikil þegar það lenda á rétta stað og hann í fiskitorfur. Þá alveg óheimið maks sem hægt að taka í þessu. Við höfum örugglega fengið bara á mínu skipi upp í 1000 tonn í einum kasti sem að tekur mjög fljótt að afgreiða. Þetta ofsalega kraftmikil veiðarfæri og fyrir mér þetta langt skemmtilegustu veiðarfæri. Það langt með spennandi. Þeim alltaf fundist. Árið 1945 var hringurinn sem skipið fór til að umkringja fiskitorfu 250 metrar sem samsvarar flatarmáli tæplega eins fótboltavallar. Dýptin á nótinni var 70 metrar eða eins og ein Hallgrímskirkja.
Gríðarlegt stökk var síðan til ársins 1965 þegar síldveiðar voru í hámarki og var hringurinn þá orðinn 550 metrar sem samsvarar flatarmáli 3 fótboltavalla og dýptin orðinn 150 metrar sem líkt og 2 Hallgrímskirkjur. Eftir það hafa veiðarfærin stækkað jafnt og þétt samhliða stærri skipum og öflugri vélbúnaði. Í dag hringurinn 700 metrar og gætu því rúmlega 4 fótboltavellir rúmast innan hringsins og dýptin orðin 210 metrar eða hvorki meira né minna en 3 Hallgrímskirkjur kæmust ofan í netið. Til þess að skilja enn betur hversu brjálæðislega stóra hringnætur geta orðið, þá getum við tekið dæmi. Menningarhús Akureyringa heitir Hof, en 92 slík hús gætu rúmast innan í einni hringnót. Þrátt fyrir að lengd nóta hafi ekki lengst mikið frá árinu 1985, þá hefur fyrirferð og þyngd þeirra aukist mikið með sterkari efnum. Í nót hæglega hægt að veiða 1000 tonn í einu kasti sem tekur innan við 1 klukkustund að fanga, en aflinn getur jafnvel farið yfir 2000 tonn í einu kasti. Ef við ætluðum til dæmis að flytja þennan afla á vörubílum, þá þyrftum við að panta 134 hefðbundna vörubíla til að flytja þetta eina kast. Ég hérna með smá búta að loðnunetti sem notað í loðnunót og ég let reiknað út fyrir mig að í stóri loðnunót eins og settur upp í dag, þá ef við miðum við flatarmálið á netinu sem í þessari nót og við getum miðað við einhverja stærð sem við þekkjum og flesti vita hvað fótboltavellir eru stórir, svona 150 metrar, svona sirka, að þetta net, það myndi hylja 20 svoleiðis fótboltavelli og þetta efni sem í einni loðnunót. Það hefur orðið mikil þróun líka á efnum til veiðarfæragerðar og það komið mörg og nýrri svona sterkari efni sem að gefa þá nýja möguleika til þess að hanna veiðarfærin og gera þau veiðnari og léttari í drætti eða léttari og betri í meðhöndlun og notkun. Með stærri veiðarfærum jókst aflinn skiljanlega alveg gríðarlega og hafa skip á uppsjávarveiðum verið bókstaflega drekklaðin í gegnum tíðina. En það voru ekki bara skipin og veiðarfærin sem breyttust. Lestun afla úr veiðarfærum hefur gjörbreyst. 69 þegar við byrjuðum, þá var þetta háað borð loðnan bara á spili og í gegn bómu og það var bara háur sem var dýft ofan í nótina og híft upp og þá var legið á netinu og síðun á skipunum og mesta slitið á okkar dóti voru hnén í bússunum, þau kláruðust alltaf þegar maður liggja á þessu og þetta var óheimil vinna við að ná þessum borð svona. En svo náttúrulega þegar framleiða stundir og bara árið eftir 1970 þá var komin að dælur borðið í skipin sem bara setta niður í nótina og þá vorum við gáttum við dælt upp í 3, 4 og 500 tonnum á klukkutíman eða því var að skipta þegar vel við það. En breytingarnar náttúrulega frá öllu þessu dóti alveg rosalega miklar. Jafnmiklar tækniframfarir hafa orðið á losun afla. Framundir árið 1960 var landað með málum og voru afköstin þá 10 tonn á klukkustund. Síðar var farið að landa með krabba og jukust afköstin þá í 40 til 50 tonn á klukkustund. Síðar var farið að nota dælur og hafa afköstin við löndun aukist jafnt og þétt og eru í dag 200 til 300 tonn á klukkustund og nú í lokuðum kerfum alla leið inn í vinnsluna. Fyrir hrun síldarstofna höfðu Íslendingar komið sér upp besta skipakosti í Norður-Atlantshafi og þegar síldin hvarf var þessi glæsilegi floti sem taldi 200 skip orðin verkefnalaus hálft árið. Í framhaldinu veittu skipin loðnu á veturna og leituðu einnig nýrra miða, bæði á Svalbarða og síðar í Norðursjó þar sem skipin stunduðu síldveiðar. Og þarna vorum við næstu 7 sumurinn á þessum veiðum og allt upp í því að gera það svakalega gott þarna. Það var mjög góð afkoma þess. Það var uppbyggilega verið og 20-30 skip þegar mest var þarna Norðursjónum. Og við byrjuðum alltaf að fiska vestan við Shetlandseyjar fyrst og Orkneyjar og síðan færðum okkur og vorum þannig að veiða niður í Skagerrak og Kattegat. Við kynntustum ýmsu þarna. Það var ýmislegt sem við kynntustum þarna. En þetta var líka heilmikil vinna bara og hérna hjá þessum stundu þetta með, þeir þurftu að vinna helling við þetta alveg hreint.
miðja 8. áratuginn hættu Íslendingar að veiða í Norðursjó og sneri uppsjávarflotinn sér þá að loðnuveiðum. Loðnan var þá farin að veiðast á sumrin og haustin og í lok 8. áratugurins var aflinn komin yfir 1.000.000 tonn. Fiskifræðingar fóru að hafa áhyggjur af því að sama gæti gerst með loðnuna og síldina forðum og árið 1980 var settur á kvóti í loðnuveiðum. Þegar nýjar verðmætar uppsjávartegundir fóru að ganga á Íslandsmið, þar sé norsk-íslenska síldin og kolmunnin, þá fóru íslenskar útgerðir að fjárfesta í nýrri kynslóð skipa og líka að endurbæta þau eldri, sem voru búin kælutöngum og gátu stunda veiðar með flotvarpu. Flotvarpa er gjörólík hringnót. Flotvarpa er stórt og öflugt veiðarfæri sem dregið á eftir skipunum allt frá nokkrum klukkustundum upp í 14 til 15 tíma í senn. Flotvörpur er alveg hreint ótrúlega stórar. Í opið á flotvörpu getur komist fyrir 3 knattspyrnuvellir og þær eru þar að auki hálfur kílómetr að lengd. Hefðbundin afli í hóli er 300 til 500 tonn sem fengist getur á 2 til 3 klukkustundum en oft á lengri tíma. Ástæða þess að við notum flotvörpur er í rauninni annmarka hringnótarinnar. Það er að segja að fiskurinn þarf að vera í torfu ofarlega í hafinu til þess að vera veiðanleg í hringnót. Flotvörpur hins vegar hægt að nýta á stóru svæði þar sem hún smalar fiski inn í veiðarfærið þegar það er dregið áfram en þar að auki getur flotvarpan farið alveg frá yfirborði niður á botn, þangað sem hringnótin nær ekki. Þannig að við drögum hana svona í miðjum sjónum og niður undir botnin sem aldrei með hana niður á botninu. Þannig dreifður fiskurinn í sjónum. Og smölum við fiskinu með stærðin eftir sem stærra veiðfæri verður, þá smölum við meira og meira svæði í sjónum. Íslenskt hugvit í kringum netagerð er mikilvæg útflutningsvara. Í raun má segja að útflutningurinn sé fólginn í hönnun en efnið sjálft er framleitt þar sem það hentar hverju sinni. Stærsta fyrirtækið á Íslandi á þessu sviði er Hampiðjan sem er með höfuðstöðvar sínar á Íslandi en fyrirtækið er þar að auki með 36 starfsstöðvar í 12 löndum og með 900 starfsmenn. Nokkur önnur fyrirtæki eru með útibú víða land en þar má nefna Ísfell, Egersund, Tornet og Fjarðarnet. Hérna fer fram viðhald og framleiðsla á veiðarfærum. Við vinnum mest í uppsjávarveiðarfærum, nótum og flottrólum. Einnig í botntrólum, en svona við erum á því svæði á landinu þar sem að náttúrulega meira er veitt af uppsjávarfiski. Hér eru stóra verksmiðjur sem að taka á móti uppsjávarfiski, þannig að hér úti fyrir Austurlandi er það mest mikið veitt og landa á Austurlandi uppsjávarfiski, þannig að við erum svona mest í uppsjávarveiðarfærum sem eru nætur, loðnu og síldarnætur og vinna við flottroll. Flotvörpur dagsins í dag eru gjörólíkar þeim sem voru hér áður fyrr. Segja má að blað hafi verið brotið þegar flotvarpa sem kölluð er Gloria kom fram á sjónarsviðið. Gloria er troll sem að Hampiðjan byrjaði að framleiða sem í kringum 1991 held ég, 2 sem þeir byrjuðu. Byrjuðu að veiða karfa með henni út í hérna utan við 200 mílurnar hérna vestur á landinu og fórum að fiska vel, eða með fórum að fiska vel í það í flottról. Rússarnir byrjuðu þar og við komum eftir og ég held að við höfum þrefald að veiðan á við rússa bara með þessu trolli, skilur. Þetta bara var þannig uppbyggt að þetta fiskaði miklu meira heldur en aðri. Og það var bara einfaldlega að þetta trollin voru stærri og bara virkuði betur. Straumurinn réttur í gegnum trollin og allt þetta sem þarf til að fiska. Flotvörpuveiðar, stærri hringnætur og áhersla á kælt hráefni til manneldis skýrir það hversu gríðarlega stór skipin eru orðin í dag. En þá hefur einnig aukist áhersla á að þau séu öruggari, þar með talið að þau séu ofar í sjónum þar sem þau þurfa að ferðast langar leiðir þegar allra veðra er von. Já, það er eins og bara hjá okkur og okkar skipi, þá voru kannski með hálfsmetris fríborð á því þegar það voru full hlaðið. En þó er alveg með ólíklegt hvað mikið líf í þessum skipum og menn fá nú tilfinningu fyrir því líka hvað er hægt að bjóða þessum skipum. Menn reyna nú svona að fara varlega og það var alltaf reynt minnstakosti hjá mínu skipi. Ég man til dæmis eitt árið þá fórum við 8 sinnum til ellendis með fullskip á loðinu. 8 túra á árinu og yfir vetramánuðina sko. Og þetta var svo sem
Ég hef alveg hiklaust við, þetta var ekki sjómennska. Það tilfelli, þetta var ekki rétt að gera þetta. En þetta var gert fyrir það og þetta slapp nú allt saman til. En það orðinn óskaplegur munur að horfa á þessi skip núna og voru þá. Þegar þess að skipin nánast til eins þegar þeir fara á bryggju núna og þeir koma að og þeir séu full lest. Eins og áður hefur komið fram þá hefur orðið alveg ótrúlega mikil breyting á íslenska skipaflotanum í gegnum tíðina. En tíma þá urðu við Íslendingar hreinlega á eftir öðrum þjóðum hvað varðar útbúnað skipa. Gömlu síldarskipin voru teygð og toguð í allar áttir en áfram voru lestarnar ókældar og skipin á bólakafi þegar þau voru full hlaðin. Þegar aðrar þjóðir fóru svona að byggja uppsjávarskip sem höfðu kælitanka og byggja upp sína vinnslur og þá urðum við einfaldlega bara eftir á Íslandi. Og það gerðist ekkert í því. Við vorum að landa fyrst og fremst, veiða fyrst og fremst fisk til bræðslu. Við vorum ekki að eigna skip með kælitöngum því miður. Þannig að við Íslendingar urðum bara á eftir öðrum þjóðum. Og eiginlega ótrúlega lengi. Við stöndum ágætlega í dag, þar að segja við ég held svona, fyrsta lagi til að bræðslurnar fái gott hráefni þarf það að vera kælt til þess að skipastólinn að vera útbúin í það. Og það bara fyrst á síðustu árin sem var svona flest skip útbúin í það. Bara síðustu, og kannski þarf ekki að fara lengra en svona 3-4 ára aftur í tíman. Hinn síðustu ára hafa margar útgerðir endurnýjað flotann sinn. Stærri skip koma til sögunar og af því leiðir að skipum heldur áfram að fækka í íslenska flotanum. Já, við vorum að taka á móti 2 nýjum uppsjávarskipum á síðasta ári, Venusi og Viking og þau eru búin að vera núna á veiðum bæði og reynslan eiginlega framar væntingum. Breytingin frá þeim og skipunum sem voru með til dæmis til kolmunnaveiða er meiri og betri árangur endur en við áttum í sjálfu sér. Þorum að gera okkur vonir um. Sjáu þið fyrir ykkur að fækka skipum með þessum hætti? Já, við fækkuðum í uppsjávarflotanum og vorum fyrir bara 3-4 árum meira og minna með 4 skip en núna eru þau orðin 2. Eins með áhöfna, það var verulega fækkun í áhöfna á uppsjávarskipunum. Við þekkjum það nú líklega flest að það er best að geyma fersk matvæli í kæli. Það sama á auðvitað við fiskinn, en það skiptir gríðarlega miklu máli þegar aflinn er komin borð að koma hún sem fyrst í kælingu. Alltaf þegar við erum að tala kælingu og meðferð afla, það náttúrulega mikil atriði að það sé gert strax borð. Við leggjum vörðuna í sambandi við gæði afurða að það er gert borð. Þá þurfum við að kæla og meðhaldla aflann rétt. Það er annars veginn kæling og náttúrulega dæling úr veiðarfærunum upp í tankana. Og við erum með tanka þar sem annarkvort þá vélkeldir eða ískeldir. Og það er mikil atriði sem er rétta stýringu á hitastigi, rétta stýringu á kælimiðlum. Þannig við náum hraðvirkri í kælingu og réttu hitastigi í geymslunni. Borð í skipum, þannig að fiskurinn fer í vinnslu í landi. Það byrja náttúrulega því eftir löndun, þá eru lestarnar þrifnar og við tökum hér sjó í lestar, hreinan sjó í lestar til þess að sem við kælum niður oftast niður í -1,5 gráðu og síðan fer þetta aldrei eftir hvaða fisktegundir við erum að veiða, hvað við erum með hátt sjóhlutfall í lestum og síðan dreifum við þessu í lestarnar áður en aflinn settur niður og síðan það fylltar upp með fisk, þannig að kannski síld og makríl erum við með helming sjó og helming fisk og svo sjáum við þannig að fiskurinn kemur niður í kaldan sjó og byrjar strax að kólna og svo byrjum við að gera kælinguna. Þannig að líður sem stystu tíminn þangað til að fiskurinn orðinn kaldur og svo höldum við honum köldum þangað til að koma í land og landað og reynum að halda gæðunum sem bestum á fisknum. Þú getur aldrei gert betri afur en það hráefni sem kemur á landi býður upp á. Þegar kemur að landi þá viltu fyrst að það sé nýlegt og öðru lagi viltu að það sé kælt niður kannski -1,5 gráðu. Það er að segja að þessi kæling
höfðum við ekki þá fyrir núna síðustu ár og það þá forsendan fyrir því að framleiða einhverja vöru sem menn vilja kaupa. Rauðáta svifdýr í hafinu af ætt krabbaflóa en þetta eitt af algengustu svifdýrum í Norður-Atlantshafi. Makríll étur gríðarlegt magn af rauðátu. Ef makríll ekki kældur fljótt og örugglega eftir veiðar, þá étur rauðátan sig í gegnum makrílinn og þá ekki hægt að nýta afurðina í manneldi, einungis fyrir fiskimjölsiðnaðinn og þá verður afurðin ekki jafn verðmæt og ella. Síðan þegar makríllinn kemur í okkar lögsögu, 2007, þá náttúrulega horfum við fyrst og fremst á makrílinn sem bara hráefni í fiskmjölsverksmiðjur. Ástæðan einföld. Hann að veiðast á þeim árstíma sem hann mjög viðkvæmur og eina leiðin til þess að geta nýtt hann eitthvað, það var okkar hugafar fyrst til að byrja með, var fiskmjölsverksmiðjur. Allir hefur sagt við okkur hafa verið tilgangslaust að reyna að veiða þannig fyrst til manneldis á þessum árstíma. Þannig að liðu 2007 og 2008 og 2009 fyrir maður að hugsa, þess að þetta var svo neikvænt umræða gagnvart okkur, við erum að taka okkar makríl til fiskmjölsverksmiðjur meðan aðrir tóku til manneldis. Að 2009 þá fyrir við að leggja mikið niður fyrir okkur hvernig við getum gert þetta rétt. Og til þess að hafa þá allavega gagnvart umsemjendum kvóta að við sem að gera hlutina eins og best sé ákostið. Einhvern datt í huga okkur tækist þetta, en allan veturinn frá 2009 til 2010 að það var mikið haldið á fundum og mikið pælt með öllum útgerðum og allir gerðu hlutina mjög vel árið eftir 2010 og tókst að fara með vinnsluna í 80–90% manneldis. Og ástæðan var svo einfaldlega að við vorum búin að vera að vinna mikið með náttúrulega síld og búin að prófa þetta mikið í 2009 að fara með hitastig niður í -1,8 til -1,5. Ástæðan fyrir við farum með svona neðal út af því að við vorum að stoppa rauðátu og ekki kannski síst sem kannski svona eftir á hyggja að reyna að herða makrílinn. Hann myndi þola betur geymsluna, veltingu í skipinu og hann líka hitt að myndi þola betur dælingu. Dælanum úr skipu í vinnslu. Og þetta líka að vera með rétta hlutfall á milli sjávar og fisk í lestinni. Þannig að við vorum upphæðlega með allt og mikið magn af makríl. Nú í dag er þetta bara með 40–50% af makríl, 60–50% af sjó. Til að ná mjög góðri meðhöndlun á fiskinu. Og ég veist að það sem er kannski búið að vera svona ákveðin heiður fyrir mig og kannski grinn að það er að vinna saman. Það er að fá að vinna með öllum fiskvinnslufyrirtækjum og vera svona treyst í það að reyna að gera hlutina vel og rétt. Og það er það sem kannski hefur borið gæfi í okkar fiskvinnslufyrirtækjum, að við vinnum mjög mikið saman. Og það er það sem hefur leitt okkur að réttu ljósi. Við erum að horfa mest á markaðinn, hvað er að markaðinn sem hann vill. Og við erum að aðlaga okkar vinnslu og meðhöndlun afla borð að kröfu markaðarins. Og greinin náttúrulega má eiga mjög mikinn heiður af því hvernig hún hefur brugðist hratt við alltaf. Og að fatta það kannski að þetta voru ekki nema 7–8 milljarðar sem fengu fyrir þennan makríl sem fór í fiskmjölsverksmiðjur. Á móti því aftur að kannski horfa á 26 eða 28 milljarðar þegar þetta manneldis líka. Þegar vinnunni á hafi úti lokið, þá tekur við vinnsla í landi. Það er einmitt umfjöllunarefni næsta þáttar þegar við fjöllum fiskimjölsiðnaðinn og þá gamalgróna aðferð að salta síld. Mikið verður gott að knúsa erlu, góðu erlu sem giftist mér því ég kunni að skaffa sjómaður og sonur að snappa. Hlakka svo til að hitta börnin, Maríu, Hænu, Hafþór og Örnin, vinna tíma, klippa smá og líma í eltingaleik fram að 8 tíma.